Það var klikkar. Það er klikkarinn. Já. Gaman að vera með ykkur. Ég að taka ykkur pásuna, þannig að ég vona að þið séu öll bara fresk og vakandi og tilbúin að hlusta á mig og kannski svona áður ég byrja, kannski standi aðeins upp bara og hristi hendur svona aðeins, bara svona rétt smá svona bara þannig að þið sofnið nú örugglega ekki yfir mér. Svona aðeins, ekki gott? Já, frábært, gaman að vera með ykkur. Ég heiti Harpa Magnúsdóttir og eins og hún kynnti þá ég stofnandi Húbla. Húbla 5 ára fyrirtæki sem sproti og ég hef nú ekki farið í gegnum gullleggi en ég vildi ég hefði gert það á sínu tíma. Það hefði verið frábært veganesti inn í þessa vegferð sem þið eruð á og ég veit að þetta frábær lærdómur sem muni geta dregið frá gulllegginu og Húbla sem sagt vettvangur þar sem fyrirtæki og stofnanir hafa greiðan aðgang að sérfræðingum sem að taka sér tímabundi verkefni og hlutastörf. Ég líka mannustjóri hjá Plæjó sem hugbúnaðarfyrirtæki sem að þróa hugbúnað sem til aðfangastýringar í lyfjageiranum og svo ég að vinna sem mannustjóri líka fyrir KLAK. Þannig að ég hef ýmis hlutverk í lífinu og svo ég fyrrum mannustjóri hjá Bioeffekt og Orð líftækni. Var í 15 ár hjá Orð líftækni og Bioeffekt, var í raun með þeim alveg frá því áður en að þeir höfðu vöru, þangað til að þeir voru komið fullmótað viðskiptahugmynd og bara vel rekandi fyrirtæki. Og það sem við ætlum að tala í dag hvernig þið getið byggt upp gott fyrirtæki og gott teymi. Hversu mörg ykkar eru komin með fyrirtæki? Já, einn þarna. Einhverju fleiri? Já, nokkur. Ok, frábært. Þannig að þið eru svona kannski komin eitthvað af stað, en þá fyrir meirihluta salarins sem hefur ekki ennþá mótað kannski teymið og ekki komið af stað með fyrirtæki, að þá getur verið kannski gott veganesti að hugsa svona aðeins í grunninn hvernig best að byggja upp. Og það sem kannski vert að hugsa í byrjun, hvað það sem fellir fyrirtæki, fellir sprotafyrirtæki? Fyrir utan þetta augljósa sem kannski það bara viðskiptahugmyndin sé ekki nógu vel úthugsuð, það ekki þörf fyrir hana eða eitthvað slíkt, að þá eru þarna þættir sem mjög áhugavert að skoða og það kannski fyrst og fremst teymið, hvernig það hversu vel það samsett, erum við með réttu þekkinguna innanborðs á réttum tíma og erum við samstillt, erum við örugglega á sömu vegferð sem teymi, erum við að hugsa það sama, sýnin nógu skýr til þess að við séum öll í sama bát að róa í sömu átt. Og síðan það þetta að þegar að maður frumkvöðull að þá getur þetta oft verið ógeðslega töff. Það auðvelt að missa fókus, það bara auðvelt að brenna út af því að við getum bara unnið þess vegna alla tíma sólarhringsins og það ekkert endilega það sem best fyrir okkur. Þannig að við þurfum alveg svolítið svona að hugsa hvað það sem virkar og hvað virkar ekki og svo það að nýta sér mentora eins og til dæmis KLAK að bjóða upp á mentora þjónustu til allra þeirra sem fari gegnum prógram hjá þeim. Þetta ótrúlega dýrmætur stuðningur inn í þessa vegferð. Og svo það líka bara fólk sem það yfirleitt allir tilbúin að taka kaffispjall ef þið leitið út, ef þið hringið eitt símtal og segja, heyrðu, ég að stofna fyrirtæki og ég held að þú þú hefur kannski rekist á eitthvað sem geti hjálpað mér. Og yfirleitt fólk mjög jákvætt í að styðja mann. Við skulum aðeins síðan skoða það, bara ég ætla að tala við 5 ykkar í salnum kannski, ef ég kannski spyrja þér hvað myndir þú segja skilgrein í góðan vinnustað? Það sem traust gegn frá yfirmönnum til starfsmanna. Já, gott traust, já. Kannski þú Góð samskipti, algjörlega, já, bara mjög gott. Kannski þú
góðu liðsandi, traust, góð samskipti, liðsandi. Þetta alveg ekki spursmál, þetta allt mjög mikilvægt. Kannski þú hérna uppi, rauðhærð? Já. Nei, hérna þessi köflóttakjólnum hér. Já. Já, og sérfræði þekking hvers og eins og styrkleika nýtist. Já, algjörlega, þetta alveg hárrétt. Og kannski þú hérna á milli hérna, já? Gaman að mæta í vinnuna. Nei, það mikilvægt. Það sé gott að koma í vinnuna og það sé líka gott að koma heim. Það sé ekki alveg út tauður. En það í raun, þessi atriði samkvæmt rannsóknum sýna að það hafa skýra sýn á það hvað við erum að gera og að allir í teyminu viti það, allir sé að horfa það sama. Það skiptir gríðarlega miklu máli að fólk sé sett í fyrsta sæti, að það sé í raun að fólk einmitt finni að það skiptir máli, að það fá að nýta þekkinguna sína og sérfræðiþekkingu og styrkleika og allt þetta skiptir máli. Skapa tækifæri til vaxtar og bara til þess að fá að skipta máli í vegferðinni. Það er bara svo mikilvægt að þið sem leiðtogar og þið sem frumkvöðlar geti svolítið skila þessu til fólksins ykkar og leyft þeim að taka þátt í vegferðinni. Af því að það er rosalega algengt að frumkvöðlinn, hann með allt inn í hausnum á sig, það allt að gerast, en hann gleymir að deila því. Hann er bara svo mikið á fullu að einhvern veginn að láta þetta allt gerast að hann gleymir að segja öllu fólkinu sem með honum og vill alveg gera þetta. Einhvern veginn þurfum við að yfirfæra þetta frá okkur, yfir á fólkið, þannig í raun að það giftist hugmyndin ykkar. Að það verði bara on a mission að láta hugmyndina ykkar verða veruleika. Og það er alveg hægt. Þetta felst í að veita endurgjöf, gefa upplýsingar, upplýsingaflæði er bara gríðarlega mikilvægt. Fagna sigrum, þetta getur verið litli sigrar, þetta getur bara hreinlega verið bara að þið náðuð að koma ykkur ákveðnum hluta kóðans inn í hugbúnaðinn ykkar. Þetta þarf ekki endilega að vera fyrsta salan, þetta getur bara verið eitthvað svona ákveðin skref sem þið eru búin að skilgreina í þessari vegferð sem að verða síðan á endanum að loka afurð. Og þetta þarf ekki að kosta mikla peninga endilega að fagna. Það getur bara hreinlega verið að hittast í eldhúsinu og það er kaka eða eitthvað svona sem að þið gerið aðeins öðruvísi heldur en hina dagana. Það á að fara að fella tré í garðinum hjá einum og bara heyrðu, förum öll saman og fellum tréið fyrir Óla. Það getur verið svona hlutir sem að bara skapa stemmingu og menningu sem að er góð. Að búa til góða onboarding prósessa, nýlega móttaka. Ég get ekki sagt á oft hvað þetta skiptir miklu máli. Ég gerði rannsókn þegar ég var að útskrifast úr viðskiptafræði á sínum tíma og þar talaði ég við öll þau fyrirtæki sem voru að skora hæst í ánægjukönnun VR. Og það sem þau áttu öll sameiginlegt, það var nýlega móttakan. Og bara þau voru bara með skýra ferla, sum voru jafnvel með nýlega skóla þau sem áttu nógan pening, en nýlega móttaka þarf ekki að vera þannig. Ég eftir að segja ykkur sögu eftir það hvað nýlega móttaka með litla peninga getur verið. Síðan er bara að skapa traust, skapa tækifæri til að koma ánægður í vinnuna og fara ánægður heim. Þessi flexibility, þetta jafnvægi á milli vinnu og einkalífs, hann skiptir gríðarlega miklu máli. Það getur nefnilega verið, ef það er erfitt heima þá getur verið hvíld að koma í vinnuna og ef það er mikið álag í vinnunni þá þarf maður að geta komið heim og hvíld sig. Þannig að þetta þarf alltaf að vera eitthvað svona jafnvægi. Og forðast micromanagement í alla staði, það er bara ekki gott og frekar að deila bæði verkefnum og þekkingu. Og forðast neikvæðni, baktal. Baktal er bara eitur, bara koma strax inn menningu, við tölum við hvort annað en ekki hvort annað. Og það sem við getum leyst okkar á milli, það er alltaf best. Að það þurfi ekki að koma þriðja manneskja inn í eitthvað sem er kannski bara eitthvað smáræði. Og
Sko við erum öll á okkar vegferð. Þau sem vinna með ykkur eru á sinni vegferð, það eru allir í sínum stiga. Það eru allir að fara sína leið. Hver og einn er að hugsa hvað hann getur postað kannski á LinkedIn jafnvel, það misjafnt hvað drífur fólk áfram. Og við þurfum bara alltaf að hugsa hvað það er, af hverju erum að þessu, af hverju viljum við búa til góðan vinnustað. Og það sem að góði vinnustaða gerir, hann bara skapar það að fólk, það er bara miklu betur helgað vinnunni sinni. Það mætir ánægðara til vinnur, það er ánægðar í lífinu. Það er stolt af því sem það er að gera. Það er stolt af vinnunni sinni. Þetta er ekki eitthvað sem þú getur keypt. Þú getur ekki keypt starfsánægju, þú ert að búa hana til og þú býrð hana ekki til einn. Þetta er teymið. Teymið býr til starfsánægjuna saman. Og það þarf eiginlega að búa til þá menningu að við erum alltaf saman í öllu sem við gerum. Og sem stjórnandi þá þarftu líka að hugsa, hvernig er ég? Hvernig manneskja vil ég vera? Hvernig stjórnandi vil ég vera? Og það er rosalega mikilvægt að hugsa þetta bara einmitt áður en þú ræður fyrstu manneskjuna. Hvað er ég? Hvernig vil ég vera? Þú getur verið það sem þú vilt vera. Og rannsóknir sýna að það að vera mannlegur, við gerum öll mistök. Og að viðurkenna mistök í hvaða stöðu sem maður er, það bara skiptir rosalega miklu máli. Og vera einlægur, auðmjúkur. Og hlusta, vera góður hlustandi og það er sagt að bestu stjórnendurnir eru þeir sem að geta líka kennt, hlustað og kennt. Og svo er það erfiðu hlutirnir, við þurfum líka að geta tekist á þá. Meðvirkni á vinnustöðum er bara rosalega slæm, hún gerir bara ekkert gott. Þannig við þurfum að geta að tala um þetta erfiða, við þurfum þá bara að vera hnitmiðuð og ekki vera að flækja orðin. Gera þetta bara einfalt, segja bara hvað er að, þetta þarf að laga, og halda áfram, komast yfir það. Síðan til þess að til þess að ná fólki með sér, að þá er mjög gott að hugsa einhverja setningar sem þið getið tekið með ykkur. Það er eins og sem dæmi Jói í Plæjó sem ég er að vinna með. Hann er til dæmis rosalega mikið að nota þetta einfalda og hann er alltaf að hugsa þetta og þetta er eitt af gildum fyrirtækisins. Hvernig getum við einfalda ferlana? Getum við ekki sagt þetta á einhvern einfaldri hátt? Það er rosa mikið verið að spá í hvernig við getum einfaldað flókna hluti. Og eftir sem að það er sagt oftar, þeim mun meira loða það við. Og svo er það bara, vegferðin sem þið eru á, þið þurfa að segja hana aftur og aftur og aftur og þegar þið eru jafnvel komið ógæði að tala hvað missjónið er, þá er það kannski fara að festast aðeins inni hjá fólkinu sem er í kringum ykkur. Af því að manni finnst alltaf maður sé að segja það sama, en starfsfólki upplifir það ekki þannig. Þau þurfa bara að heyra þetta mjög oft. Og ég ætla að segja ykkur tvær sögur. Ég er bæði búin að vinna með orðlíftækni og Plæjó. Og fyrst þegar ég byrjaði með orðlíftækni þá hafði ég verið að vinna sem fulltrúi í sendiráði Bandaríkjanna og ég man að mamma sagði við mig þegar ég tók þessu starfi hjá orðlíftækni bara, ertu ruglið? Veistu hvort þú fær laun í næsta mánuði? Og ég bara, þetta er bara ógeðslega spennandi og bara ég er ógeðslega spennt fyrir þess að bara gera eitthvað allt annað og eitthvað svona. Svo fer ég á fyrsta starfsdaginn hjá Orf og það sem Júlíus gerði var að þau áttu engan pening, þau voru ekki komið neina vöru, þau voru búin að vera í rannsóknum í einhver 7 ár og áttu engan pening, ég var fyrsti starfsmaðurinn sem var ráðinn fyrir utan rannsóknarstofuna og þau voru alveg að ná loka hnekkinu með að ná fyrstu vörunni sinna í gang og Júlíus tekur mig hann inn í eitthvað fundarherbyggi og er með glærukynningu. Þetta var nýlega móttakan hans og glærukynningin, hún var bara það öflug að það var bara hvert er missjónið. Það var bara við ætlum að verða best í heimi í að þróa lífvirk prótín sem geta bæði virka fyrir lækna og lyfjageirann og það voru alls konar stórar hugmyndir hvað orðlíftækni ætlaði að gera með prótínið sín. Og einhvern veginn allt sem hann sagði við mig, ég tók það inn og ég ég var þannig 15 ár. Og ég var rosalega gift þessu fyrirtæki og í raun í stærsta hlutan er það því að þakka að hann Júlíus var með mjög áhrifaríka kynningu á fyrsta deginum.
Og þessi setningar sem hann sagði við mig þar, ég sagði þær aftur þegar ég var orðin mannustjóri. Ég var fyrst bara í fjármálu hjá fyrirtækinu og síðan upp í að vera mannustjóri og talandi að fá að vaksa með fyrirtæki. Líftækni átti lítinn pening en þeir gátu samt sem áður gefið mér svigrúm til þess að vera að háskólamennta mig á meðan ég var í starfi hjá þeim. Og það rosalega mikið virði oft í þessum svona ósögðu hlutum. Það að fá að vaksa með fyrirtækinu. Og Jói líka alveg sérstakur. Hann fór í gegnum Startup Supernova, frábært veganesti sem hann fékk þar. Og í kjölfar þess þá fær hann eiginlega bara strax inn fjármagn. Hann var ótrúlega heppinn og bara með flotta hugmyndu þetta. Það fyrir allt saman. Og það fyrsta sem hann gerði var að fá mig til liðs við sig áður en hann réði nokkra einustu manneskju. Ég þekki ekki neinn í heiminum sem byrjar á ráðin mannustjóra. Bara með hugmynd og reyndar var hann með grunn að hugbúnaðinum en hann var ekki með neitt fólk. Og við settum þarna saman og þróuðum skráðum hans sýn, hvað hann var að gera og hvernig gildi hann vildi byggja upp og hvað hann vildi og hann var alveg ég veit bara eitthvað punk og alveg klára því hann ætlaði eitthvað svona tónlistatengt inn í businessin hjá sér og ég held bara þá bara gerum við það og bara búum við til eitthvað svona í kringum þessa sýn sem þú hefur á hvernig vinnustafur gera og hann sagði já og það skipti mig bara rosalega miklu máli að ég ætla að búa til góðan vinnustaf. Það skipti mig bara miklu meira máli að ég sem ánægt fólk heldur en ég rosalega mikið pening í buddunni. Og ég bara ég bara að fara að vinna með þess. Veist, hann seldi mér þetta í raun bara með því svona sinni hugmynd. Veist, ég var ekkert að leita mér að verkefni, ég var nýbúin að stofna Húbla. En einhvern veginn hvernig hann sá starfsmannamál og hvernig svona hans hugmynd var að nálgun á fólk, það bara einhvern veginn tala alveg til mín og það hefur líka auðvitað talað til alla þeirra sem hafa unnið með hann. Það er núna orðið 25 manns sem starfa hjá Plæjó. Og ég verð að segja, Júlíus, hann talaði bara sýnina sína og sýn þeirra stofnendana, þeir voru 3 stofnendurnir. Hann talaði hana frá degi 1. Verið bara svolítið eins og Júlíus, bara verið með sýnin ykkar á hreinu, hvert að fara, hvað þið getið orðið og segið öllum frá því sem þið að vinna með og gerið það á fyrsta degi. Látið fólk kaupa hugmyndin ykkar, alveg eins og þið segja að selja fjárfesti, bara eins og pitchi sem var að tala fyrir fjárfestina, þið þurfið líka að pitcha fyrir fólkið ykkar. Þið þurfið að ná því bara, heyrðu, við erum að fara að gera þetta saman, við erum að fara að meika þetta. Og svo það Jói, hann var bara með people first frá degi 1 og þetta skipti bara rosalega miklu máli. Við erum bara svolítið eins og Jói. Ég veit að þetta gengur vel. Og síðan það bara þið. Hvað ætlið þið að gera? Það er engin eins og það á engin að herma eftir öðrum af því að það sem þið gerið, það er unique. Það þarf ekkert að vera eins og okkur annað, alveg svo Jói með pönki. Það er öll fundarherbyggin í Plæjó nefnd eftir hljómsveitum. Þetta er ekkert rockhljómsveitar fyrirtæki, við erum að búa til hugbúna fyrir lyfjageirann, en það er rosalega tónlistatengt. Það er plötuveggur, það er hver einasti starfsmaður í fyrirtækinu á plötu og það eru spilað plötur reglulega á plötuspilara og þetta er bara svona hlutuorðin að þeirra menningu. En það sem ég ætla að biðja ykkur að gera fyrst, það er bara að hugsa þegar þið haldið upp 85 ára afmælið ykkar, hvernig viltu að fólk muni eftir þér? Hvernig viltu að fólk hugsa þig? Það er svolítið leiðilegt að byrja að hugsa það þegar maður er orðin 85 ára. Hverju viltu vera stolt af? Hverju viltu vera stoltur af? Þetta skiptir máli í grunninn hvað þið eru að sækjast eftir. Hvernig þið vilja að fólk hugsa ykkur? Af því að ef þið hugsa ekki þetta, þá getið þið fara að draga með ykkur eitthvað orðspor sem að þið viljið ekki taka með ykkur. Að fólk jafnvel hugsa ykkur sem ósanngjarn, að þið sé bara græðgi sem leiði þetta fyrirtæki áfram. Jú, það getur vel verið að þið séu gráðu og viljið meira og meira og meira, en það er hægt að pakka því í einhverja umgjörð sem að starfsfólki getur líka fundist í.
Bara akkur eru að þessu og ég held að það að vera manneskilegur og segja þá bara hlutina út, ok, hérna, við stöndum bara okkur slítla, við þurfum kannski bara að gera aðeins meira og fá meira til þess að þetta gangi og vera bara einlæg þá og hérna, en veist, ég myndi vilja segja ykkur, veist, takið hérna eitthvað með ykkur hérna frá þessum fyrirlestur, eru þið með eitthvað til að skrifa á eða? Já. Veist, skrifið ykkur eina setningu, þannig að þið takið með ykkur hérna frá þessum degi. Hvað er það sem myndi skipta ykkur mestu þegar þið eru 85 ára og hugsi hvað á fólk að hugsa ykkur? Sem stjórnendur, sem frumkvöðla, bara sem mannesku, af því að þetta fer allt saman. Ég gef ykkur eina myndu. Okay. En svo það gildi og það mjög áhugavert hvernig fólk hugsa gildi. Sumir hugsa bara að þetta bara einhver orð á blaði, orð upp á vegg sem hafa ekkert að segja. En það fer allt eftir hvernig þið hugsið þau og hvað þið gerir við þau. Þið eru ekki komið fyrirtæki, þið eru ekki komið neitt fólk. Grunnurinn samt ykkar gildi. Til að byrja með, á meðan þið eru að þróa fyrirtæki, þá skipta ykkar gildi gríðarlega miklu máli. Og þau gera það verkum að þið getið tekið þau með ykkur inn í allt það sem þið gerið, ef þið eru bara með þau niður skráð. Ég vil að biðja tæknimennina hérna inni að spila fyrir okkur eitt myndband hérna sem hérna og það þarf að fara á mínútu 6:31. Það hann í líknu með. Áður en að ég byrjaði að spila, þá ætla ég að segja ykkur að þetta Steve Jobs. Hann var nýkominn aftur til Apple eftir að hann hafi verið rekinn frá fyrirtækinu og kemur hann tilbaka eftir 13 ár og hann að koma inn með nýja markastrategíu fyrir Apple. Á mínútu 6:31, strákar. Og hækka. But Apple's about something more than this. Apple, at the core, its core value is that we believe that people with passion can change the world for the better. That's what we believe. And we've had the opportunity to work with people like that. We've had an opportunity to work with people like you, with software developers, with customers who have done it in some big and some small ways. And we believe that in this world, people can change it for the better. And that those people that are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do. And so what we're going to do in our first brand marketing campaign in several years is to get back to that core value. A lot of things have changed. The market's a totally different place than it was a decade ago. And Apple's totally different. And Apple's place in it is totally different. And believe me, the products and the distribution strategy and the manufacturing are totally different, and we understand that. But values and core values, those things shouldn't change. The things that Apple believed in at its core are the same things that Apple really stands for today. And so we wanted to find a way to communicate this. And what we have is something that I'm very moved by. It honors those people who have changed the world. Some of them are living, some of them are not.
But the ones that aren't, as you'll see, you know that if they'd ever used a computer, it would have been a Mac. And the theme of the campaign is Think Different. It's the people, honoring the people who think different and who move this world forward. And it is what we are about. It touches the soul of this company. So I'm going to go ahead and roll it, and I hope that you feel the same way about it I do. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Algjörlega frábært. Heyrðu, takk strákar. Getum farið aftur á glærurnar. Heyrðu, þetta náttúrulega ótrúlega stórkostlegt. Veist svona hvernig hægt að hugsa gildi. Af því að Steve Jobs til dæmis, hann var rekinn frá sínu fyrirtæki, var í burt í mörg ár, kemur síðan tilbaka og fer þá aftur til gildana sem voru í raun grunnurinn af fyrirtækinu. Það sem hann í raun vildi standa fyrir. Og þetta eitthvað sem að þið þurfið svolítið að hugsa alveg frá grunni. Og síðan getið þið, veist, þegar þið eru komið teimi kringum ykkur, þá leggið til að þið takja aftur upp gildin og þið skoðið saman hvað eru raunveruleg gildin. Það getur vel verið að ykkur af þessum gildum sem að þið lögðuð upp með í byrjun séu ekki alveg ennþá þessi algjöri þessi sömu gildi. Það var eins og Jói þegar við vorum bara 2, þá var pönk klárlega eitt af hans gildum inn í fyrirtækinu. Svo var teimið komið saman og við spiluðum og byggum til gildin út frá tónlist. Við sátum teimið og hlustuðum á tónlist og tókum textabrot út úr lögum sem okkur fannst svona passa við gildi fyrirtækisins og síðan var í raun búin til gildi í kringu það. Ég segi að það hefur verið einstakt, bara ég hef aldrei heyrt eitthvað sem hafi búið til gildi út frá því að hlusta á tónlist. En Jói var mjög spældur að pönk var ekki eitt af þessum gildum. En það eina hljómsveitunum heitir samt Daft Punk. Þannig að hann svona, ég fekk allavega pönk eitthvað inn í þetta. En hann, þeirra gildi eru til dæmis einfaldleiki, vöxtur og metnaður. Þannig að það ótrúlega gaman að leggja af stað með gildi og síðan gera þau aftur með teiminu sínu þegar þetta orðið kannski. Það þarf ekki að vera rosalega stórt. Ég held að við höfum verið orðin 8 eða eitthvað svoleiðis þegar við lögðum upp gildin og hvert einasta ráðningaviðtal, hvert einasta starfsmannasamtal, þetta í sölunni, þetta alls staðar í undirliggjandi tónfyrirtækisins, þá liggja þessi 3 gildi og þau eru notuð í öllu. Alveg eins og með visjónina, ef við höldum að við séum komið leið að þeim, þá eru þau kannski að skila ykkur. Við þurfum að nota þetta alls staðar. Aftur vil ég biðja ykkur að taka upp bókina sem voru að skrifa í, þó þið takið ekki neitt annað frá deginum í dag en að skrifa niður 3 gildi sem að ykkur langar að byggja fyrirtækin ykkar á. Og megið skrifa niður við hvert gildi ykkur kannski 3 setningar sem ykkur finnst þetta gildi, af hverju það á að vera í fyrirtækin ykkar. Og ég ætla að gefa ykkur alveg 5 mínútur, sjáum hvað það dugar okkur.
Þessi gildi geta nefnilega skila sér rosalega langt og það ótrúlega gaman til dæmis, þannig hjá Plæja til dæmis, þau fengu e-mail í gær frá aðila sem ekki ennþá orðin viðskiptavinur en hefur hitt sölumannin bæði á ráðstefnum og fengið tölvupósta frá honum og hann sagði í tölvupóstunum bara frábær metnaður hjá þér. Þvílík bara góð eftirfylgni, alltaf svo kurteis og ég bara man ekki eftir því eiginlega að ykkur sem hefur ekki einu sinni náð sölunni í gegn hafi fengið tilbaka endurgjöf frá ykkurum væntum viðskiptavinni í framtíðinni og líkurnar á því kannski að hann verði viðskiptavinur verða kannski bara meiri, þegar að menn eru alltaf að fylgja eftir ykkurum svona ákveðnum gildum í samskiptum, hvernig það kemur fram. Þetta skilar sér til starfsmanna, þetta skilar sér inn í teymisvinnuna, þetta skilar sér í nýsköpun, þetta skilar sér í öllu sem þið gerið. Og rétt eins og þau nefndu áðan hvernig vinnustaði vilja vinna á, traust og góð samskipti, að fá að nýta hæfileika sína, tækifæri til vaxtar. Allt þetta. Þetta alveg lykilatriði og og gott að hafa gildin með í farartöskinu. Einhverjar spurningar varðandi gildin? Já, þarna eitt uppi. Mín gildi, það heiðarleiki og gleði og vera kannski bara sönn sjálfri mér. Ég held að þetta sé svona mín svona stærstu gildi, að reyna að vera ekki eitthvað annað en ég og ég held að hafa alveg skilað ég held að það hafi bara fylgt mér mjög lengi á þess að kannski hafi orðaði, ég held ég hafi bara ekkert endilega orðaði mikið á þau sjálf, svona mín persónuleg gildi en svo hef ég náttúrulega unnið með fólki í mismunandi fyrirtækjum og þá líka bara rosalega gaman að spegla sjálfan sig við gildi þeirra fyrirtækja hvort þau fara saman. Af því að það ekkert voðalega gott til dæmis að vinna á með fyrirtæki sem eru bara með allt önnur gildi heldur að maður getur speglað sig í. Og þess vegna svo gott líka að hafa gildi til þess að þegar þið farið í að byggja upp teymið ykkar, að þið getur spurt. Hvað finnst þér þessi gildi? Finnst þér þú gætir samlagað þig með þeim? Finnst þér þau passa með þínum gildum? Hver fleiri spurningar? Já. Ég fekk áðan meira að segja frá Halla Margrét ætlar að spyrja allar spurningarnar. Já. Hvernig var Húbla til? Húbla var bara til við það að ég tækti hjá líftækni. Það sem einmitt að þá kannski voru komið svona tímamótum þar og ég fór svona einmitt að hugsa hvað mér langaði að gera og einn af stofnendum ári sagði Harpa, ég held að það væri bara ótrúlega snjallt hjá þér að stofna þetta eigið fyrirtæki. Og síðan heyrði ég frá einni annarri konu sem ég þekki og hún sagði bara Harpa, af hverju stofnar ekki eigið fyrirtæki? Og ég bara einhvern veginn svona ítti þessu til hliðarni, það var eiginlega öfugt. Maðurinn mér sagði þetta númer 2, bara Harpa, þú ætti nú að stofna bara þitt eigið fyrirtæki og ég einhvern veginn nýtti sér til liðar og svo þegar að þriðja manneskjan sagði það þá var ég bara, kannski ætti ég bara að skoða þetta. Maðurinn minn var náttúrulega sármóðgaður út í mig að ég hef ekki hlustað á hann þegar hann sagði þetta. En þá fór ég einmitt að skoða styrkleika mína, hvað ég hefði í fararteskinu til að stofna fyrirtæki.
Ég auðvitað búin að vinna við mannauðsmál lengi og menntuð í mannauðsstjórnun, sá að það væri sterkast að byggja á því og ágætt í mannlegum samskiptum, svona yfirleitt, og að reyna allan að vera það. Og síðan fór ég að pæla hvað væri þá möguleikarnir með það. Það vantar ekki eina ráðningarstofu í viðbót, það eru mjög margar góðar á Íslandi og þá fór ég að pæla bara út frá líftækni, ef ég hefði verið að reyna að finna eitthvað, hvað væri það sem vantaði, og þá hugsaði ég að það vantar kannski svona vettvang fyrir sjálfstætt starfandi sérfræðinga. Hversu erfitt að finna þessa einstaklinga? Það ekkert mál að finna stóru ráðgjafarstofurnar, en að finna einstaklinga ótrúlega erfitt. Og þeir auglýsa sig ekki svo gjarnan, sko. Og svo jafnvel líka bara forstjórar þarna úti sem vilja taka sér auka verkefni í ráðgjöf við annað, en þeir get ekki auglýsa sig af því að þeir eru í störfum. Þannig að það svona tækifæri þarna með Húbla. En allavega, ég ætla ekki að hafa fleiri spurningar, en ég vona að þið hafi náð að skrifa niður 3 gildi af því ég held að þetta hjálpi ykkur. Ég setti til dæmis strax niður 3 gildi fyrir Húbla. Það kraftur, fagmennska og gleði. Og ég hefði alveg þetta bara mjög áhugavert af því að reynsæði byrja Harpa það gleði, af hverju það gleði? Ég finna Húbla svona frekar alvarlegt, þetta alltaf einhverjir ráðgjafar og sérfræðingar og eitthvað, og ég sagði já. Það bara gleði í því að geta hjálpað fólki. Það gleði í því að sérfræðingarnir fái verkefni við hæfi og það líka gleði í því þegar fyrirtækin sjá sínar áskorunni verða leystar. Þannig að ég hugsa gleðina þannig og ég vona að þið geti búið til gildi sem að þið geti tekið með ykkur til þess að byggja fyrirtækin ykkar. Og það sem þið gætu líka gert, það að búa til ramma svona ráðningar þegar þið farið í þetta. Af því að þetta þarf ekki að kosta neitt pening. Verið svolítið með á hreinu til dæmis, hvað eiga þessi fyrstu einstaklingar að geta gert sem kom inn í fyrirtækið? Hvað er svona lykilhæfni sem þið þurfið að hafa til þess að fyrirtækið ykkar geti vaxið? Það ekkert voðalega snjallt að ráða besta vin sinn sem kannski alveg góður í mörgu en kannski samt ekki með þessa lykilhæfni sem þú þarft. Og þú þarft að hugsa þessa lykilhæfni af því að þegar þú síðan ferð að byggja almennilega upp teymið, þá byggir það á þessum fyrstu einstaklingum sem koma inn. Þið þurfa að leggja mikinn metnað í fyrstu 4 ráðningarnar sem koma inn í fyrirtækið. Bara hvaða fólki þetta, með hvaða lykilhæfni eru þið með, hvernig geta þau gagnast til þess að fyrirtækið þitt verði framúrskarandi. Þau muni hjálpa þér að byggja upp stemminguna, menninguna, gildin, allt. Þau muni hjálpa þér að gera þetta allt. Þess vegna þetta svona lykil, þetta grundvöllurinn, þetta bara svona eins og þegar við séum svona ísjakamyndir. Þetta það sem undir sjónum, sko. Þetta það sem allt mun byggja á. Það þessi 4 fyrstu ráðningar og þú. Passa þær séu réttar. Það sé fólk sem geti komið vel í reksturinn, í söluna, í þróunina, bara byggja upp mannauðinn. Þið þurfum kannski ekki endilega að vera með mannauðsstjóra frá degi 1, en þið þurfum að hafa einn leiðtoga sem getur svona umvafið fólk. Það getur verið sá sem yfir þróunarteyminu. En manneskjan verður að hafa svolítið people skill. Það verður að vera ein manneskja í grunnhópnum með rosalegt people skill. Tekur þetta allt áfram og segir frá menningunni ykkar og öllu sem þið ætlaði að gera. Og síðan það launarammi. Það þarf að passa sig líka frá degi 1 að vera sanngjarn. Að það sé jafnræði, það sé ykkur hugsun. Það sé ekki bara eitthvað ætt áfram og engin pæling á bak við það. Og svo það ráðningarsamningar, að vera með ráðningarsamningar fyrir fólki ykkar. Gæta að einkaleyfisvörðum hlutum, að þetta sé örugglega ykkar, allt sem gert sé ykkar eign. Ef það kaupréttar skilmálar að þeir séu alveg á kláru frá degi 1 hvernig á þetta virka. Og það hægt að fá hjálp. Ég veit til dæmis eins og
hérna hjá Klak KPMG oft með svona opna fundi sem bjóða fólki að koma að fá ráðgjöf, nýta svoleiðis tækifæri, ef þið hafið aðganga fólki, fáið aðstoð í þessum svona lagalegu umgjörð á ráðningum. Og ég held að þið munið ekki sjá eftir þessu seinna. Þetta alveg eins og bara það rosalega mikilvægt að gera hluthafasamkomulag strax frá degi 1. Ef það eru nokkur í teymi að stofna fyrirtæki, verið með þetta skýrt. Þetta alveg jafn mikilvægt og það líka. Kannski ekki alveg jafn mikilvægt á hluthafasamkomulagið, en samt mjög mikilvægt. Og það sem að þýðir að setja fólki í fyrsta sæti, það er að hugsa fólki sem er að búa til vörun ykkar. Hvernig á þetta fólk að vera? Þetta fólk mun þróa og vera ásýnd fyrirtækisins út á við. Þið þegar þið eru búin að fá fyrsta fólkið inn, þá verða seinni ráðningar miklu auðveldari. Það erfiðast þessara 4 fyrstu. Og ef þið eruð að gera það bara með eitthvað slakandi hendi, þá eruð þið bara með svo miklu veikari grunn að byggja á. Það eins og Jói segir alltaf, og ég rosalega ánægð með hans sýn, að hann segir heimsklassa fólk sækir í að vinna með heimsklassa fólki. Og þið pælið aðeins í því. Það bara svolítið góð pæling. Líkur sækir líkan heim. Þannig að bara hugsa þetta og ekki fá ykkur svona mini-me í lið með ykkur. Það mjög gott að fá ykkur sem kannski aðeins öðru sem þið. Fáið að heyra bara, ykkur sem þorir að segja nei, en ættu kannski ekki að hugsa út í þetta. Þorir að segja hvað skoðanir hann hefur á hlutunum og tilbúin að rökstyðja það, og það sé hægt að taka ákvarðanir áframhaldandi vegferð á einhverjum raunverulegu samtalið þar sem verið að byggja fyrirtækið upp. Og ekki flýta ykkur of mikið. Ef að þið haldið þessi að missa af manneskjunni, þá þetta kannski ekki rétta manneskjan, ef hún vill ekki vinna með ykkur. Og það skiptir alveg máli að manneskjan vilji vinna með ykkur. Og ég segi líka það sem ég sagði áðan var að búa til svona ákveðna manniðsumgjörð. Þetta getur skipt líka rosalega miklu máli í þessum ráðningum. Bara hvað þið geti bæði sett í starfsauglýsingar, hvernig fyrirtæki birtist út á við. Þetta eru ódýrir hlutir. Það er hægt að láta á vefsíðu fyrirtækisins svona hvernig manniðsmálum fyrirtækisins hátta. Það er hægt að gera það frá degi 1. Það alveg merkilegt líka hvað orðspor hefur mikið að segja í þessu. Bara fólk heyrir, það rosalega gott að vinna hér og það langar að vinna þarna líka. Og búa til þessa mynd í huganum, setja hana niður á blað, hvaða lykil fólk vantar ykkur. Ef að drauma heimurinn væri bara orðin að veruleika, þeir væri bara komið með fyrirtæki, hvaða fólk í því? Hvernig fólk? Búið þessa mynd til, teiknið hann upp. Og ég segi líka bara verið þið sjálf alltaf. Það besta veganestið. Og komið þið mission og vision á framfæri, komið upp góðum onboarding prósessum, góðri nýlega móttöku. Og ég segi líka, þegar maður sprotafyrirtæki, þá á maður ekkert endilega mestan pening. Það til dæmis hægt að gera ódýra hluti eins og bara að koma upp menningu þar sem föstudagskaffi og fólk skiptist á að koma með kaffið. Það hægt að fara einu svona ári og fyrirtæki borgar fyrir að leigja rútu og það bara farið í haustleitaferði á Þingvelli. Það hægt að gera ótrúlegustu hluti á þess að það þurfi endilega að segja að við ætlum að fara í Skylagún og út að borða og gera allt sem að kostar ógeðslega mikið pening. En ef það til dæmis búið til starfsmannafélag frá degi 1, þá getur starfsmannafélagið eða starfsmenn lagt kannski búkin eitthvað smá peningamánuði, 2000 kall, og það safnast upp og verður kannski að því að þið getið keypt kannski einhverja veitingar fyrir haustleitaferðina eða hvað það
Þannig að maður þarf kannski svolítið svona að búa til þessa menningu að við séum bara öll að gera þetta saman frá degi eitt og líka bara, svo kannski fáið þið fjármagn eða eitthvað og þá er hægt að fagna því með ykkur meira heldur en haustlitaferðinni. Og það þetta tekur allt bara tíma að byggjast upp en það skiptir rosalega miklu máli að við séum alltaf að gera þetta saman. Diversity and inclusion, heimurinn er stöðugt að verða að einum stað, meira að einum stað, þannig við þurfum að hugsa að við erum að verða fjölþjóðlegri, við erum alls konar fólk, komum að borðinu með mismunandi bakgrunn og reynslu og þekkingu og ég held að við þurfum alltaf að hugsa að vera með augað á þessari inngildingu og vera stöðugt að gefa reglulegt endurgjöf á hlutina. Það er hægt að gera þetta bæði með því að hafa skipulögð samtöl á til dæmis 3 mánaða fresti eða eitthvað slíkt, vikulega töflufundi eða daglega hvernig sem þið ákveða að byggja upp ykkar fyrirtæki, en málið er að það er gríðarlega, það er líka sem við taka upp svona retrofundi, það er alls konar sem er hægt að gera til þess að skapa tækifæri til að ræða hlutina, hvernig þeir eru byggðir upp og gefa endurgjöf á það sem er gert. Leyfa starfsmönnunum að taka þátt í stóru myndinni. Það er miklu skemmtilegra. Það er miklu skemmtilegra þegar við erum öll að vinna að því að láta hlutina gerast. Fá að eiga eitthvað í þessari hugmynd. Og ég get til dæmis alveg sagt ykkur eins og þegar ég hætti í Orf, ég var miklu giftari Orf heldur en Orf var gift mér. Það er bara svoleiðis. Og ef maður getur búið til þannig starfsmenn að þeir verði giftari fyrirtækinu heldur en þið hefðu kannski ímyndað ykkur og þá eru þið búin að búa til eitthvað gott, þá eru þið raunverulega búin að búa til einhverja helgun sem að hverfur ekkert frá. Ég mun alltaf tala vel um orðlíftækni og bioeffekt. Þetta er bara svona grunnurinn að því hver ég er sem manneskja eiginlega, af því ég vann þarna svo lengi. Og fólk líka er með alls konar kröfur á vinnustaðan í dag. Það er öðruvísi kröfur heldur en þegar ég byrjaði að vinna. Þegar ég byrjaði að vinna þá var maður bara launamaður og maður átti bara að gera einhverja hluti og maður fekk launaseðil og það var einhvern veginn, maður gat lítið kannski beðið mikið en í dag er þetta aðeins öðruvísi. Þetta er svona meira samvinna heldur en að bara einn ráði öllu og fólk er svolítið, þetta er samtal. Þannig að búa til vinnustaðar sem að fólk líður vel, forðast eins og ég segi alla neikvæðni og baktal, byggja upp traust og að starfsmenn að byggja það upp að starfsmenn geri það sem er fyrirtækinu fyrir bestu. Ég þegar ég kynntist Jói Plæja þá lásum við saman í sitthvoru lagi reyndar en á sama tíma bók hvernig Netflix var byggt upp. Ég hef heyrt reyndar alveg margt mjög neikvætt starfsmenningunni hjá Netflix en þeir eru með eitt þarna sem er ótrúlega snjallt, bara að starfsfólkið á að hegða sér með hag fyrirtækisins í brjósti. Þannig að þegar þeir til dæmis þurfa að fara í ferðarlendis á vegum fyrirtækisins þá eru þeir ekki að panta sér flug á fyrsta farrými nema að það sé í hag fyrirtækisins að gera það. Það er að fara í 12 tíma flug og þeir að vera mætt á fund klukkan 7 bara eða klukkutíma eftir að þau lenda og þá kannski borga sig að manneskja sé á fyrsta farrými til þess að hún sé útkvíld þegar hún kemur á endastað. En undir öllum kannski venjulegum kringumstæðum þá hugsanlega er betra fyrir manneskjuna að vera bara á economy class af því að það er bara betra fyrir fyrirtækið, af því að manneskjan getur bara hvílt sig þegar hún kemur út. Það er ekki fundur fyrir eftir 2 daga. Þannig að að innleiða svona þannig að fólk sé alltaf að hugsa, af því að þegar maður er með sprotafyrirtækið á maður enga pening og það þurfa allir einhvern veginn þá að hugsa hvernig getum við gert þetta þannig að þetta komi fyrirtækinu sem allra best. Og svo er það þetta að skapa umhverfið þar sem að fólkið hefur gaman að því vera saman og sé þátttakandi ekki bara í vinnunni, heldur svolítið líka bara svolítið í lífi hvers annars. Hvað er fólk að gera? Fagnaði þegar börnin fæðast og
búið að klára útskrift eða hvað það er sem að gerast, þú veist, að fólk svona raunverulega hafi áhuga á hvor öðru. Og þegar ég spurði gervigreindina hvað það er sem að maður gerir til þess að búa til hérna A-Team, þá var þetta listin sem ég fekk upp. Og þetta hljómar í raun alveg í takti það sem ég er búin að vera að tala Þetta er í raun engin geimvísindi. Þetta er í raun bara þetta. Þetta er sýnin, gildin, búa til góða menningu og stemmingu, hafa gaman, skapa tilgang, leyfa fólki að taka þátt í vegferðinni og ráða auðvitað fólk sem hefur þessa hæfni sem ykkur vantar. Af því að það er rosalega skrítið, ef þið vitið það ekki, þá er jafnvel líklegt að þið fara að ráða eitthvað sem vantar eftir ár. Ef þið hugsið ekki hvað ykkur raunverulega vantar, það kemur manneski viðtal og þið horfið á hana bara, vá, þetta er geggjaður talent. Þetta er bara manneskja sem ég vantar. En fyrirtæki er kannski bara ekki komið á þann stað að þið geti nýtt þessa þekkingu. Þá er þetta kannski ekki samt rétta ráðningi fyrir það sem ykkur vantar í dag. Og þið geti kannski ekki leyft ykkur að fara í að ráða eitthvað sem er svona good to have. Þegar ykkur vantar eitthvað algjörlega, eitthvað svona core þekkingu inn, þá verðið þið að hugsa bara, er þetta það sem ég vantar? Teikniði alltaf upp áður en þið farið í ráðningu, hvað er sem ykkur raunverulega vantar? Ekki taka neitt annað inn. Og síðan það er bara fagna öllum vörðum sem þið hafi náð, litlum og stórum. Og ég ætla bara að segja, gangi ykkur vel og ef þið farið inn á þennan kóða þá ættu að fara inn á svona quiz þar sem þið getið svona metið fyrirtæki, en þeir eru ekki komin með fyrirtæki alveg ennþá, þannig að ég veit ekki hvað þetta quiz hjálpar ykkur, en þetta er svona eiginlega svona þarfagreining varðandi mannið. En ég bara óska ykkur allsins besta á ykkar vegferð. Ég veit að það er spennandi tíma framöndan og ég tek undir það sem hann sagði, það er geggjað að vera á þessum stað sem þið eruð. Ég man þegar ég var að stofna Húbla, maður er alveg svona með allt hjartað í bringunni á fullu að hugsa bara hvernig þetta verður og mikill spenningur, og ég eiginlega bara öfunda ykkur smá af því að þetta er bara rosalega skemmtileg vegferð, maður kynnist fullt af góðu fólki og að fara í gegnum svona hraðal eins og svona keppni eins og gullleikið, þið eftir að kynna svo mikið af fólki og þetta eftir að vera svo gaman. Þannig ég óska ykkur bara allsins besta. Er einhverjar spurningar kannski, bara svona í lokin? Hefur við ekki tímana? Já. Er einhver spurning? Nei, ég hef búin að svara. Nó, ok. Halló, ég reyna að finna upp á eitthvað svona til þess að finna. Hvað leiðir langt frá, þú veist, þar til þú stofnar Húbla, þar til að þú fækst þinn fyrsta starfsmann og hver var það? Já, ég sem sagt, þetta var í raun þannig að ég var búin að vera í 2 ár ein. Veist, ég var komin með svona MVP, svona Minimal Viable Product eftir fyrst byrjaði ég bara með eitthvað vef sem ég bjó til sjálf. Svo árið síðar þá bjó til nýjan vef með hjálp aðalega sem komu inn í þetta með mér, og þá í raun fór ég í gegnum Vinnumálastofnun og reyndi það að fá mannesku sem geti hjálpað mér svona með customer success, og ég fór í gegnum 2 svoleiðis af því að þá fekk ég styrk á móti frá Vinnumálastofnun. Sem voru þá Vinnumálastofnun svona að prototípu? Borga eiginlega launin. Já, ok, wow. Já, af því ég átti ekki neitt pening. Ég var eiginlega ekkert farin að borga mér laun, sko, ekki fyrsta árið. Og en svo sem sagt í 3. skiptið sem að ég fór aftur í gegnum Vinnumálastofnun, þá fékk ég bara geggjaða mannesku sem að er líka mannauðs sérfræðingur eins og ég, nema það að hún var bara
allt annars eðlis. Hún kom í raun svona úr viðskipta umhverfinu og gat þá hjálpa mér svona með onboarding á nýjum sérfræðingum af því að hún er líka með mannauðs, af því að það var svo erfitt fyrir mig að því ég var í raun komið svo mikið í reksturinn og ég hafði ekki eiginlega alveg sama tíma í að vera onboarda nýja. Þannig að hún tók það og síðan sem sagt er hún búin að vera núna með mér í 2 ár og algjörlega frábær og er gersamlega búin að hjálpa mér alveg gefulega mikið og við erum bara 2. Sem er forritara, sem er frílans, ég er náttúrulega með giggara plattform, þannig ég er að vinna aðeins svolítið á þeim forsendu líka, ég er með markaðsfólk sem er líka frílans en auðvitað bara valið mjög vel og vandlega og forritara minn, hann er algjörlega meiráttar. Þannig að ef einhver af þeim vantar forritara eitthvað þá geta þeir farið með Húbla. Farið þessa sömu leið og ég. Ég er í raun með þessa sérfræðinga sem eru samt eins og Elías sem er forritari minn, hann er bara komin í stofnendahópinn sko. Hann er samt bara að vinna frílans. Já, en ég er að tala er ekki Húbla þannig að þú getur... Jú, fær sérfræðinga í tímabundi verkefni eða í lágu starfshlutfalli. Já, þannig að ef einhver með eitthvað fjármagn, þá getur hann farið í Húbla og fengið einhvern sérfræðing í teimið. Jú. Svo er líka það er líka margir frumkvöðlar sem eru jafnvel líka að bjóða þjónustu sín í gegnum Húbla ef þeim vantar eitthvað svona hliðartekjur eins og ég gerði með Plæju og Klak að ég í raun var með svona hliðarprojekt, hliðargig sem að hafa í raun eins og fyrsta ári ég var ekki með neina tekjur. Þetta hjálpaði mér rosalega til þess að koma fyrirtækjunni í gang. En svo eins og ég segi, ég er bara að vinna á sama hátt og ég er að selja öðrum að markaðsteimi mitt og forritarinn eru sérfræðingar sem ég hef fengið í gegnum Húbla. Þannig ef það er eitthvað sem getur hjálpað ykkur, endilega nýtið ykkur það er bara hubla.is og bara gangi ykkur vel. Takk fyrir.